Ég myndi segja aðal kallinn. Já. Sigurbjörn, til hamingju með glæstan árangur á þessu móti. Já, takk fyrir það. Og glæsilega reiðmennsku. Takk. Og bæði núna, þetta með þennan hest og það sem þú hefur verið að gera. Kannski gaman að þess að víkja að því áður en við kannski förum að tala um hver landsmaður sem er ekki í hestamennsku. Svona, núna ég bæði útvarpsmenn og aðrir, það þekkja allir nafni Sigurbjörn Bárðarson. Ég held að þú sért þekktasti maður, knapi Íslands. Ég veit nú ekkert um það, en maður er náttúrulega búinn að vera lengi í þessu og vera að skrattast frá því að maður bara strákur, sko. Og þetta er langur ferill, alveg síðan 1966, segir ekkert frá því. Alls ekki. Þannig að aldurinn hann er afstætt hugtak, sko, í þessu. Þannig að þetta er búið að vera rosa langur ferill og hann hefur verið farsæll, maður hefur verið heppinn með áruðnar hafa snúist með manni og það hefur kannski gefið manni svona kannski maður hefur verið í forsvar og fulltrúi fyrir hestamennskuna stundum út frá því. Öll fjölskyldan stendur bæði við baki á þér og öll komin eiginlega, meirihlutin komin með þér inn í þetta, stelpurnar náttúrulega og strákarnir líka. Já, það er mikill áhugi í fjölskyldun og það er allir sem standa sem einn í þessu. Og þetta var náttúrulega fjölskyldan hefur stutt mig svo rosalega mikið. Maður fer ekkert áfram öðru sem að hafa gott tím með sér. Er eitthvað rætt á fjölskyldumótum hjá ykkur annað heldur en hestamennska? Já, stundum er það þannig að ég forða mér. Það er bara hestar, sko. Og yngri kynslóðin er náttúrulega þannig, sko. Það er bara verið að tala um einkunnir og hesta og ég er náttúrulega löngu dottinn út úr því, sko. En þá langar manni kannski bara að skreppi við sjónvarp og horfa einhverja bíómynd, sko. En það er ekki á þeim bæ, þar er hesturinn númer 1, sko. Hvernig nú ekki nóg með það að börnin séu komin inn í það, þá ertu komin með Tengdason sem var hér að sigra í töllinu áðan og þú í öðru seti, glæsilegur árangur. Hann er náttúrulega bara, Árni Björn er náttúrulega bara okkar einn skærasta stjarna. Og ég held heldur sem horfir, þá eigum við þarna næsta heimsmeistari í tölti bara. Ef allt gengur eftir. Já, þetta er náttúrulega bara súperhestur og súperpar, knapinn og hann. Alveg svo flísjurass. Já, þetta er æðislegt. Við Silvía vorum sammála um það að þetta væri flísjurass. Já, þetta passar alveg rosalega vel, sko. En er ekkert, nú ertu nú búin að sigra, það má eiginlega segja allt í gegnum tíðina. Og vera að taka þátt í öllum mótum, alls staðar á Íslandi og út í heimi og annar staðar. Er ekki svolítið smá svona pirringur að sjá Tengdasonin fyrir framan? Ég veistu það, þetta ærir mig aðeins upp, sko, það æsir mig, sko, og nú er bara markmiðið, sko, það er að vinna. Já. Skilurðu það, gengur ekki til náða og segir ég er sigraður, nú það er bara að horfa á næsta leik, sko. Þessi leikur er að baki og næsta ætla ég að vinna. Þú verður að hugsa svona, sko, annars svona verður keppnismaður að bera sig að, sko, nú þarf ég að bæta mig bara. Leggjast yfir spilin, sko, hvað ég geti gert betur og reyna svo að koma mér ofar. Aldrei fullærður? Nei, aldrei. Og þú ert aldrei búinn að ná, þú ert aldrei fullmenntaður heldur, sko. Maður kannski verður nærður, sko, í dag vann Árni með yfirburðum glæsilega, skilurðu, ég er nú ekki að segja þetta honum til njó, en ég er að segja, sko, mitt hugarfar er þannig að maður tekur hvern leik fyrir sig og maður vinnur og tapar, maður oft tapað og lent illa í því, þá fer maður heim og sest yfir reglurnar hjá sér, hvað hefur maður gert vitlaust, hvað getur maður bætt sig og kemur svo tvíeldur til leiks aftur. Æðislegt. Takk fyrir þetta og til hamingju með bæði tjöldið og fimmganginn, glæstan árangur og mér langar að segja það við því sem í lokin, fallegur með hennar hjálm. Er það? Já, mjög fallegur. Takk.